þá kemur það fram að það eitt af því sem á að haka við, það að lögð það verið fram greinargerð brunahönnun og lýst sér hvaða aðferð við hönnun brunavarna bygginga notuð og tilvísun í staðla. Við ætlum aðeins að ræða þessa tilvísun í staðla hérna eftir. Og greinargerðin taki til þeirra þátta sem ekki koma fram á aðaluppdráttum og útskýringum við þá þætti sem leystir eru með öðrum hætti en viðmiðunarreglum sem koma fram byggingarreglugerð. Og greinargerðin taki til þeirra þátta sem ekki koma fram á aðaluppdráttum og í byggingarlýsingu. Í greinargerðinni séu tilgreind frávik frá viðmiðunarreglum sem byggja á þekktu lausnum, auk þess hvort frávik frá viðmiðunarreglum séu skýrð og rökstudd. Og til þess að klára þetta alla leið í grunninn, þá það grein 923, greinargerð og samknóðun lausna, að hönnuðu brunavarna mannvirki skal leggja fram greinargerð sem lýsir brunahönnun mannvirkisins og gerir grein fyrir vali á þeim og sýnir fram á að þær uppfylli kröfur þessar hluta reglugerðarinnar brunaöryggi. Umfang greinargerðar hönnuða skal meðal annars taka mið af stærð og mikilvægi mannvirkis, umfangi hönnur og umfangi frávika frá viðmiðunarreglum. Gera skal grein fyrir notkunarforsendum og takmörkun á notkun. Og svo samknóðun lausnas skal einnig taka til líklegra frávika frá þeirri lausn sem sannreynd Og þá að Mannvirkjastofnun skal gera leiðbeiningum þessa framkvæmd. Og það einmitt þessina sem ég ræði hérna út að við erum að undirbúa þessar leiðbeiningar og það mjög gott að fá svona smá spjall og umræðu þetta áður við förum á stað. Svo spurning þetta flott þetta grafíki sem við fórum en það hvort að verði, hvort að það eitthvað vandamál, þörf á þessum leiðbeiningum eða ekki. Ég held að það sé þörf á og ég held að það sé þannig að þurfa að samræma þetta betur. Það sé mjög mismunandi á bæði milli byggingafulltrúa embætta og hvernig gögn þeir samþykkja og telja fullnægjandi og til þess að, og líka þetta náttúrulega samkeppnismarkaður. Það vegna líka eðlilegt að það sé bara, að þetta sé svolítið samræmt. Því að það hægt við því að þetta sé, lægsti samræmnaði sem gildi, þar að segja ef menn komast upp með að skila einhverjum litlum gögnum, þá það náttúrulega bara þægilegt og menn fara bara að gera það. En svo spurningin hvort við eigum að fara að nota þessa norsku leið að við setjum brunaskýrsluna upp með beinum tilvísun í alla þá kafla byggingarreglur sem skipta máli fyrir brunavarnir mannvirkisins. Það ekki endilega, ég veit ekki hvort það sé endilega lausnin, en það eitthvað sem ég myndi vilja ræða eftir. Kaflanir okkar eru pínur ruglingslegir, ekki alveg eins og til dæmis í TEK 17, en það væri alveg hægt að gera það. En ef við skoðum aðeins að mér finnst mjög mikilvægt að við byrja alltaf að skilgreina sig þá hvort það sé brunahönnun A, B eða C, miðað við reglugerðina. Og svo já, þá maður að pæla í því hvort að brunatexti sé eingöngu aðaluppdráttum. Það getur átt við mjög einföldum mannvirkjum sem hægt að gera grein fyrir öllu á tekníkunni, en auðvitað orðið þannig að þetta orðið mjög langur texti, þá kannski bara eðlilegt að þetta eigi heima í skýrslu. Og nauðsynlegt að nefna alla þeir kröfur sem koma fram í reglugerðinni, sérlega þær sem eru fremur augljósar. Ég hef fengið þessa spurningu nokkrum sinnum. Og ég held að þurfa að nefna allt sem snýr að viðkomandi mannvirki. Því að maður fær það líka vel tilbaki seinna ef maður gerir það ekki. Því að þá koma upp einhver vandamál eða það gleymist eitthvað og þá það rakið aftur til brunahönnuðarins ef það gleymist. Og þessi lausna, hún hendar auðvitað vel fyrir svona minni hús, einbýlishús og fjölbýlishús og svoleiðis. Og auðvitað mjög þægileg bara og eðlilegt að nota hana þar sem að mannvirki passar algjörlega inn í forskriftina. En svo þegar það gerir það ekki, þá náttúrulega hendur hún alls ekki. Þá er hún jafn ómöguleg. Já. Þetta er sem við erum búin að nefna. En þegar við tölum brunahönnun samkvæmt B-lið, þarna í greininu undan, þá væri náttúrulega eðlilegt að fylgja þetta brunaskýrsla. Og þá þarf að lista öll frávik frá viðmiðunarreglum. Það er gert ráð fyrir því í reglunum. Og það hjálpar líka rosalega yfirferðaraðilunum
að nota checklist og annað þegar búið að lista allt upp. Og svo þetta spurningum hvernig rökstuðningurinn settur fram og hvernig maður sýnir fram að meginmarkmiðum sé fullnægt. Og ég held að við þurfum erum á komin á braut að fara að skjalfesta meira á skrá eins og Norðurlöndin eru búin að, við erum bara eftir þeim aðeins. Við erum búin að vera þessu lengi, meiri skriffinnska, en það hjálpar náttúrulega að koma verkefnum seinna þessi búið hafi verið að skrifa niður allar ákvörðun og afhverju. Og ef við skoðum þá C-liðina aftur, það þetta sem við vorum að ræða þegar eru lausn sem byggir ákvæðum þessi reglugerð með frávikum frá viðmiðunarreglum og lausn sem byggir á brunnreglum og útreikningu og lausn sem byggir á áhættugreiningu. Þá það náttúrulega aðeins snúnara, en þá gerir maður ráð fyrir að fylgja alltaf með brunaskýrsla. Og þá þarf en það spurningin þarf að vera listi yfir öll frávik frá viðmiðunarreglum. Því að það getur verið þannig, ef þetta bruna hann á hús sem verið að beita kannski bæði líkonum í rýmingu og reyk og það byggir allt, en það ekki bara verið að taka einn hlut húsins, þetta allt húsið tekið svona systematískt í gegnum þetta og þá spurning þarf þá að vera að nefna það að vegalengd einhvers staðar fari yfir 1 metra yfir viðmiðunarreglu. Út af því það ekki verið að vinna með viðmiðunarreglu, þetta verið að vinna með performance-based hönnun frá upphafi. Og þar alveg hefur að bera öll markmiðin alltaf við markmiðin, hönnunina við markmiðin sem markmiðshönnun. Og þá segir maður, þá þörf að vera að hafa hana lista. Ég held raunverulega að kannski sé ekki þörf á því, ekki í þeim tilfellum. En þetta eitthvað sem ég geta haft skoðun á, sjálfsögum. Og svo þetta spurning hvort við getum búið til einhverjar leiðbeiningar sem tækju aðeins á því hvenær maður búinn að rökstyðja þetta nægilega vel að lausnin sé ásættanleg og hvernig þá rökstuðningur eru settur fram og aftur með skjalfesta niðurstöðurnar. Og þá komum við að þessu með staðlana að það segir í skoðunarlistunum að ég verið tilvísanir í staðla. Og þá liggur við beinast við eins og varðandi þegar við að tala brunntæknilega útreikninga að við notum þá Insta 950. Reyndar var ég gáði daginn að Insta 950 ekki inn á staðlaráði. Ég sá hann kom ekki inn þegar ég sló hann inn, en hann ég veit svo á hann sé í gildi hér á landi. Hann í gildi, þú getur sótt hann á danska og norska og allsstaðar annars staðar og hann merktur góðkenndur þar. Hann var ekki inn í síðustrivissi, en ég veit að brunahönnur á Íslandi að nota Insta 950 og þannig að það sé bara eðlilegt. Ég setti hérna Ganni, BS 999 eins og við kallaður, en sá staðall ekki kannski hugsaður hann ekki sambærilegur fyrir svona performance-based hönnun. Heldur hann meira forskriftamiðaður og talar við bresku byggingarreglugerðina og Proof Document B, þannig að hann hentar kannski ekki þegar komin í alla leið, hann frekar kannski til stuðnings þegar maður að byggja upp rökstuðning fyrir lausnum þegar þú ert að nota tækniskipti. Þegar þú ert ekki að díla við svona alveg tækniskipti, þá var hægt að nýta hann. En þetta auðvitað staðall sem ekki náttúrulega gildi á Íslandi. En þegar við komin í áhættugreiningarnar, þá þetta enn erfiðara. Það eru færri staðlar þar sem í boði. Og ég þekki ekki marga, en ég hef notað 3901 norska staðalinn. Og hann ekki góður. Þetta ekki góður staðall, en hann samt heildstæður þannig og lýsir mismunandi dítelum á áhættugreiningu og hann tekur mjög strangt af því hvernig þurfa allt að dokumentera alla leiðina frá A til Ö. Og það kannski kostur við að nota staðla. En ég glemdi kannski áðan þegar við vorum að ræða brunntæknilega útreikninga að þá er þetta líka handbækur og kennslubækur sem hafa auðvitað ekki tíðina kannski byggt á áður en að þessi staðall var til. Það voru ekki kannski fara eftir staðli, en kosturinn við að fara eftir staðli að hann leiðir mann í gegnum alltaf og maður gleymir síður einhverju. Og verkfræðingar líka eru vanir að vinna eftir stöðlum, þannig að það ekki hjálpar. En svo eru auðvitað aðri staðlar eins og PD 7974
og sú staðlasería þegar maður komin út í tölfræðina og við nefni hérna líka Passnitius 79 en það auðvitað ekki stað sem svona fyrir, það meira fyrir svona þegar byggða byggingar og einfalda áttugreiningu en ekki fyrir svona flókna áttugreiningu eins og við erum að tala í þessu tilfelli þá að tala stór og mikil mannvirki þá gæti norski staðar nýst en svo spurning, eru þið með hugmyndir af fleiri stöðlum, ættu að nota einhverja aðra staðla í þessu ég nefndi líka EN staðlinn risk management en hann ég myndi segja að hann passaði ekki kannski inn í þetta hann frekar svona bara almennt þetta ekki fyrir svona bruna endilega og þá var þennan lið þá mannvirkjastofnun að undirbúa leiðbeiningar og markmiðið að tryggja betri gögn og frekari skráningu og samræma og jafnframt að auðvelda yfirferð notuð skoðunlista við erum líka að hugsa þá sem að fara yfir að setja hönnuna þannig fram að það sé auðvelt fyrir þá að fara yfir og svo þessi spurning hvenær þörf á hlutlausu yfirferð sem meira en þessi hefðbundna gátlista yfirferð hvenær og þá það raunverulega í byggingarreglugerðinni búið að vera alveg frá 2012 að leyfisveitanda hann með heimilt að fara fram á sérstaka úttekt og við þekkjum þá grein og yfirferð á hönnunargögnum en það spurning hvort að mannvirkjastofnun ætti að vera með einhverju leiðbeiningar til þess að auðvitað byggingarvöldum að taka þess ákvörðun og hvað ætti þá að miðast við því að stundum getur haft mjög stórt hús með mjög mörgum en það bara alltaf einni hæð og gríðarlega einfalt og það kannski ekki mikil áhætta svo getur haft hús sem ekkert kannski rosalega kannski með 1000 manns eða eitthvað hvað á að miða við hvort þið hafið einhverja hugmyndar inn í þetta nú ætla ég að opna bara fyrir spurningar til þennan lið hvort þið myndir svona hugmyndir frá ykkur Vill einhver varðandi staðlanna og hvað menn telja, þörf á svona leiðbeiningum, ekki þörf á þeim og samræmingu hvað bæði uppsetningu og kröfur þannig að það sé og við sérstaklega yfirfara. Já. Má líka segja að það mjög mikil variasjón í þeim gæðum eða þeim upplýsingum sem koma fram brunahönnun á aðaluppdráttum. Við sjáum mjög einfaldar notkun þar sem ekki búið að gera grein fyrir neinu frávikum eða slíku oft á tíðum við að vera með mjög rökstuddar útfærslur þannig að það alveg ljóst að bæði hönnuðir og yfirvöldur ekki einhvern veginn að gera allan að setja einhver lágmarkskröfur eða lágmarkskröfurnar eru það lágar að það ekki allan að í öllum tilvikum verið að uppfylla byggingarregluna því það ekki búið að gera grein fyrir bara grundvallar forsendum. Þannig að það mjög mikil þörf á því í mínum mati að setja svolítið línur í þessu bara í samræmi við það sem hefur verið að gerast síðustu áratugum í raun og veru eins og nefndir í Noregi og Svíþjóð. Þannig að það nauðsynlegt að einhvern veginn svona færa þetta upp 1-2 level á mínum mati til þess að ná utanum það sem eðlilegt að gera grein fyrir hvað þetta brunaverðir. Já. Gunnar. Þetta ekki kalla til svona samráðs varðandi þessa leiðbeiningu og að geta þetta áður að kalla saman hönnuð á svona fundi, samráðsfundi. Þetta náttúrulega mjög svona skiptar skoðanir þetta og erfitt að samræða þetta. Þetta gott verkefni. Já. Og aðeins varðandi þetta, ég alveg sammála hvað var þetta, en svo líka þetta frá langt í þessu. Til dæmis ef það kannski bara eitt lítið frávik sem kemst bara mjög vel og þetta gera mjög vel grein fyrir á teikningu, þá finnst mér persónulega það er mjög gott mál að það fara á teikningu, það sé ekki gerð skýrsla bara út af einu litlu frávik. Þannig að það eru margar leiðir í þessu. Þannig að ég held að menn hafa það almennt til dæmis í einföldustu mynd gert grein fyrir öllum og mikilvægum brunaverðum á teikningum. Það er að segja fara ekki allar leiðina, ég er alveg sammála því að það er mjög nauðsynlegt. Þannig að þessi flokkun í sjálfu sér hún náttúrulega hefur verið til staðar lengi. Það er bara spurningum, ég veist mjög vel á þetta með skráninguna í sjálfu sér. Það sem vísaði í skoðunarlistana og sem vísaði í það að það sé auðvitað yfirferð og slíkt.
En mæli alveg með því að við ræðum þetta á nokkrum fundum brunahönnur og svona hagsmunaaðila helstu það svona hvaða línur eru settur í þessu. Já, þegar við erum komin með kannski einhverju svona drög að hugmyndum, þá myndum við kalla til, fyrst að koma einhverju svona fram, einhverju svona fyrstu drögum og svo kalla til samráðs. Jú, hefur breyst svolítið það hefur breyst svolítið undanfarnum árum, það var alltaf gefin skýrsla við hverjum einustu brunahönnun. En nú hefur það farið meira yfir á að setja frekar ítarlegri text á teikningar og sleppa skýrslunni í bara flestum normarbyggingum. Við erum komin með eitthvað sérstaklega flóknara sem skýra eitthvað sérstaklega útreikninga. Og mér skilst að þegar við getum breytist kannski svona smám saman en mér fannst eitthvað, það voru ykkur að gleða þetta með, mér fannst eitthvað eins og þetta hefði verið svona hálfgerð ósk að þetta væri sérstaklega núna þegar allar teikningar og allt er orðið rafrænt og þá er allt á einum stað, þú maður ekkert í gamla teikningu inn á vefinn og þú sér allar þessu upplýsingar en ef það er skýrsla þá eru við einhverju hilli ykkur stöðnir í bæ. Skiljiði, hún fylgir teikningunum kannski ekki eins mikið, þá er ég að tala bara eins og fjölbýlishús eða vesturlandsskrifstofahúsnæði sem verið að byggja allan daginn. Það er kannski einhver frávik sem að koma samt, eins og Guðmund sagði, það er einhver frávik sem komið samt fyrir inn á þessum texta. Við finnum líka aftur fyrir því að það er náttúrulega mjög margar byggingar sem það þarf að gera grein fyrir frávikum og þá eru skýrslur að greinigerðu einhvers konar skjal sem við fylgjum með, þannig að við þurfum náttúrulega að vera með ferli þar sem að það gengur upp líka, þannig að það sé alveg pottþétt hægt að ná í það eða fá upplýsingar þegar það við, þannig að ferli þarf að ná yfir það líka og þá er spurning hvað leggjum við línurnar varðandi hvenær á að gera grein fyrir frávikum eða hversu mikið. Og þannig að það er kannski svolítið verkefni. Mér hefur fundist að vera svo að í raun og veru langstærstu frávikinu þar sem menn hafa augljóslega verið gleymst eitthvað á teikningum eða að gera grein fyrir einhverju eru einmitt þessi einföldu, sem eiga að vera einföldu verkefni en síðan eru menn með of stutt á milli glugga eða eitthvað slíkt og að gera ekki grein fyrir því. Þannig að stærstu frávikin virðist oft vera einmitt frá reglugerðinni, virðist oft vera þessi einföldu hús eða allan á þeir sem mann halda að séu einföld og eru þá ekki að pæla í hvernig menn er uppfylla reglunar og gleyma þá einmitt svona lykilatriði, við séum mörg dæmi það. Svo er líka samspil á milli hönnuða eða arkitekta og brunahönnuða og svoleiðis að verður einhver hugmynd upphafi sem bara að þróast í einhver aðra leið án samráðs við brunahönnun. Og út af því að hönnunarskýrslan er litið á sem svona prinsipphönnun sem er þá fyrir aðra hönnuði sem halda áfram. En annarkvort fá þeir ekki í skýrsluna eða það verður og þá er líka samræming á hönnuði sem ber svolítið ábyrgð að tengja alla hönnuðina saman og rækja sitt hlutverk sem samræminga hönnuður í verkefninu og verkefnistjóri stjórnandi hönnunar, má segja, ef ekki er sérstakur hönnunarstjóri. Bara eitthvað í þessum ræðum, þetta er mjög skemmtilega að það er eitt sem að ég tekið eftir bara á mínu ferli og það eru forsendur. Að við brunahönnuðir þurfum svona almennt að setja fram raunhæfar forsendur fyrir hönnun. Raunhæfa notkun. Ekki eitthvað case sem að við höldum að sé rétt. Heldur hvað er líklegt að verði hinn raunverulega notkun eftir einhver x ár, eftir 5 ár eða 10 ár og hanna fyrir því. Þannig að ég held að í svona leiðbeiningu þá sé mjög tekið á því og þetta er algjör forsenda. Þetta er bara garbage in, garbage out. Þetta er grunnforsenda fyrir því að það sé eitthvað vitið sem við erum að gera. Já, og það er náttúrulega líka reglugerðin miðað við, þá er breyting núna síðast að með brunaálag að fara upp í 800 megasjúl sem svona lágmarks viðmið sko. Og allt byggist stað fyrir að hafa það var ekki 400 megasjúl eða eitthvað sett sem viðmið í eldri reglugerð sko. Að það sé viðmið í reglugerðinu sé við eitthvað sem er raunhæft í notkun mannvirkisins. Bjarni. Ég var langar aðeins að bæta við að það er svona praktískt séð svona pínlítið gap á milli annars vegar þessa sem kemur fram í hönnun og teikningum og síðan þess sem að leikmenn sjá og skilja. Eigendur sem eiga að bera alla ábyrgð á bílum
í sínum húsum. Fyrsta lagi kannski ekki mikið að skoða mælingu og frá síðan skýrslur. Og síðan þetta líka tengist forsendum, því að það eru líka forsenda þess að hvernig maður nota húsið. Forsendurnar eru líka mjög veigamiklar í því samhengi hvernig við skoðum húsið. Eða eigendur sinna sínu eigin embætti. Þannig að maður ekki fyrir sig hvort það ætti ekki að vera eðlilegur hluti af brunanum. Kannski þarf reglugerða breytingu fyrir því að eftir atvikum sé bara gerðar ákveðnar skoðunar leiðbeiningar fyrir ákveðið hús. Til þess að það sé öllum ljóst hvað má ekki. Eins og til dæmis bara að það er eitthvað brunaákvæði ákveðið með þessu. Hvað er það? Já, það er rétt. Það er náttúrulega eitthvað sem Mannréttindastofnun ætti kannski að taka til sín og búa til svoleiðis leiðbeiningar. Það er kannski eitt sem að við erum að framkvæma sem skoðanir gömul hús og annað, að þetta er alveg svakaleg vinna sem við þurfum að leggja í að leita leiðbeiningum. Það hefur með skráningarna að þessar merkingar eru ekkert sérmerktar með upplýsingatextan inn á vefum. Þannig að við förum inn á borgar. Já, vefsjá. Og maður hefur heyrt þetta út af landi að það er mjög misjafnt metnaður í skráningargerðum. Þessar teikningar eftir bara að vera klárlega merktar, þannig að við getum bara að rata beint á þetta og þá erum við með forskriftina. Þannig að við séum ekki að gera kröfur sem að eiga ekki við. Björn? Pæling sem pínlítið framhald að þessu, kannski frekar þá í flóknari byggingum, að aðskilja aðaluppdrætti og brunahönnunarteikningar. Gera sérstaklega brunahönnunarteikningar með staðsetningarstrókarteikning, blóðbælum og öllu slíku og gefa það út sem sérstaklega teikning. Já, það er náttúrulega í mjög flóknum mannvirkjum. Þá held ég að það er alveg rétt á sér að það er einfaldlega mikið af upplýsingum. Það getur verið auðveldara fyrir notandann í mjög stórum flóknum mannvirkjum að hafa bara alla brunavarnir inn á sérstakum uppdráttum. Það er til dæmis gert í Noregi. Já, það er náttúrulega við þekkjum á Noregi. Við verðum að skila einn brunavarna uppdrátt og leiðum skýrslunum. Já. En það eru kostur og gallar við þetta allt saman sko og það er náttúrulega frjálst í dag. Það má annarkvort, eins og reglugerðin er, annarkvort má það vera inn á aðaluppdrætti eða þú máttu útbúa séruppdrætti. Það er ekkert sem stoppa því að útbúa séruppdrætti ef menn vilja. Ef við hönnugir og telja það heppilegt þá geta það gert það. Ég er kannski að tala um að ganga lengra eftir en Noregi sem sín. Þetta er orðið líka sko framkvæmdateikning. Já. Alls staðar slökkvitæki og tegund og allt sem hefur með brunavarnir að gera. Já. En kannski eitt svo klárum þennan punkt þessa umræðu, að það er varðandi þegar byggmannvirki, þá væri kannski eðlilegt að gera svipað nágrannalöndin sum hafa gert, eins og Bretland og fleiri, að vera með bara eitthvað efni, sérstætt efni, til þess að fara í gegnum brunavarnir tíðarbyggðum húsum. Þegar hús eru ákveðið gamalt, þá skiptir bara engu máli raunverulega á hvað reglum það var byggt. Að því leyti að þú varst þá bara að ná ákveðnu öryggi og þá var þetta að vera að gera þetta fyrir notendan. Þá var þetta að skrifa fyrir eiganda mannvirkisins og notendur. Þeir geti fengið upplýsingur um það hvað er eðlilegt og hvernig þeir geta tryggt öryggi. Og þá er þetta að hafa, þá eru sérrit fyrir íbúðarhús og samkomuhús og allar svoleiðis. Það er svona inn í framtíðina, það er gríðarleg vinna að búa til svoleiðis efni og eins og þetta breska efni, það hendar ekki kannski vel hérna heima vegna þess að það miðast við aðra byggingarreglugerð, það eru mikið vinna að staðfæra það. En það myndi vera líka mjög gott fyrir eigendur mannvirkja sem getur líka að tala um að eigendurnir hafa aðgang að upplýsingum og geti fengið á svona einföldu máli upplýsingar um það hvað skiptir máli í brunum húsins þegar það er orðið x gamalt. En, Davíð, má ég byrja þeirra? Gjörðu svo vel. Geturðu útskýrt hvað er brunahönnun? Já, en það er bara Ég er að leita svarinu í byggingarreglugerðinni í mörg ár og ekki fundið það. Já. Er það að hanna brunavarnir eða er það eitthvað annað? Eða er það að hanna brunavarnir á eitthvað sérstakar hátt því að það er sérstök grein í reglugerðinni sem segir hvenær skuli krefjast brunahönnunar fyrir
tiltekna flokka mannvirkja. Já, það er rétt. En auðvitað á að hanna brunavarnir í öll mannvirki. Já, það er nefnilega þannig, já. Þannig að það er til kosti snúið spurning. En ég held að það væri þannig að minn skilningur er allavega þannig að þegar í þessari grein sem þú ert á vísi sem fer fram á brunahönnun í notkunarflokki 5 og svo leiðis og í ákveðnum stærðum og byggingum að þá er verið að tala um að þessi svona systematist fari í gegnum þetta ekki eftir svona aðliðnum. Því að þá voru að gera ráð fyrir því að mannvirki sé flóknar en það að forskriftarákvæðin muni geta coverað öllu allir sem þarf að huga að. Þetta ekki að skýra þetta svolítið í reglugerðinni og aðgreina þessar 2 tegundir af brunahönnun þannig að það sé skýrt að hvað er svona venjuleg brunahönnun og hvað er þá brunahönnun samkvæmt þessari grein. Já. En það er spurning hvað en þessi venjulega forskriftarhönnun, það sem við köllum A eða reglugerðinni A-liður reglugerðarinnar, það er kannski ekki það sem við erum að tala um í þessu samhengi, heldur við erum að tala um B eða C, eins og ég skilja það sko. En auðvitað er það líka samt brunahönnun til arkitektin fer í gegnum öll forskriftarákvæði og athuga hvort það sé búin að hakar við þau sko. Það er raunverulega brunahönnun sko. En síðan er á ýmsum stöðum kveðið á að það megi ákvarða þetta eða hitt með brunahönnun eða í brunahönnun. Já. Og þá er það væntanlega ekki brunahönnun A, þetta er brunahönnun C. Já. Þetta þyrfti kannski að koma inn í þessi sömu leiðbeiningar bara þegar við erum að tala um framsetningu brunahönnunar. En skilgreiningar á þessu. En hörru þá að öðru, við getum ef við náum í lokin einhver annari smá spjallumræðu þá getum við farið frekar í þetta. En það eru utanhúsklæðningar. Ég ætla að fara stuttlega yfir það og við verðum sennilega að byrja bara á byrjuninni á íslenska útvegnum sem er orðið miklu undanhaldi, eðlilega, nema kannski í sjónsteypu veggjum. Það er ennþá verið að gera mikið af forsteyptir í sjónsteypu á Íslandi. Þannig að þar er mjög eingöngu ennþá verið að einangra á innan með þessum gamla hætti hérna.